hættur að taka vöruna? Af hverju byrjar ekki bara aftur? Nikotín spray? Já, ég veit það, þetta fyrir 60 lið sem það hægt að reykja, sko. Erum við? Komið í sæl, áhorfendur, góðir og velkomin í Egilshöllina. Þennan leik Fjölnis og SR. Við erum hérna með ykkur, Tóni Ór Aðarsteinsson og Kristján Albert. Þeir mittir. Þetta er þétt sett í Reykjavíka en Fjölnir á þennan leik í kvöld á móti SR og svo er tvíhöfði helgina. Leikur á móti Skautafélagi Akureyrar á föstudag og laugardag. Passlínan hérna hjá Fjölni, Nikko, Falur og Vignir. Varnarmaður, komin í sóknina. Viktor reynir að hendur á fram hérna. Barátta í hlutlausu svæðinu. Og SR-ingar með pökkið niðri. Bjarki á bláu skítur. Munið er litla heiðarhæðin á það. Já, spegla honum inn. Og Tómas spilar honum upp hérna á Emil. Og SR-ingar næstu komnir í. Já. Tala.
Æsing. Tæknilegir örðuleikar hérna, að við heldum allavega. Var þetta æsing sem að hérna... Já, þetta var æsing. Þetta er hérna væntanlega. Já, SR æsa. Face-off í sjónarsvæði Fjölnis. Fyrsta lína inn á. Og Fjölnir vinnur uppkasti. Nær ekki að halda honum inni. Og Jón Albert siglar hann upp hérna inn í sendinguna á Viktor Jan. Alveg verið að tala nógu mikið. Nei. Og Vignir upp á Fal. Falur snýr hann af sér. Já, hægir bara á þessu. Vill Viggo með hann. ná betur stjórn á spilinu inn í svæði. Viggo reynir lúmskot hérna enda bara í Daniel Steinþór. Ævar, Heiðar. Kemur Heiðar á siglingunni, skítur. Framjá. Á. Lengst á fjær. Viggo í baráttunni hérna. Martin snýr einn af sér, annan tekur hann bara sjálfur. Nær ekki að dömpa honum niður. Og þá er það Emil, hann á Robba, Robbi inn. Tekur hann bara sjálfur, reynir að finna sendinguna fyrir markið. Texta! Hektor í dauða færið hana. Munaði litlu. Fjölnismenn ennþá í baráttunni. Emil hendur hann djúft, Hektor með hann. Hektor heldur honum. Hvar er Sækulis? Axel nær honum. Menn voru að æfa hérna. En Robbi tekur hann. Hreinsar hann út. Hektor, Mikki. Og Sölvi á Gulla. Snýr Tómas af sér. Á, En fín Sölvi nær pressa hjá honum. Fjölnismönnum sem að Og sigla. Kæl pressar hart. Sölvi, Helviti. þetta var bara tæft. Já. Og þá var næseringar. Þeir fresta þess að breyka út. Heyrðu, Hættulegt maður. Þetta er... Stimmi galopinn á vinstri. Skítur. Stimmi réttnar að setja Já, munaði litlu. gripaskan í þetta. Og Fjölnismenn hreinsa þetta út og Æsendingar fara bara í snöggt regrúp. Góð sending. Já, Ævar á Bjarka. Skoti framhjá. Falur sendur hann. Á Kæl. Já. Þá er það Vignir. Falur nær hann sendur upp. Viktor. Skítur. Og Skorar. það er mark. Viktor skorar. 1-0 Fjölnir. 1-0 Fjölnir. Þetta er Maður ekki er í- flóki. Þetta er ekki að vera flóki. Nei, nei. Mörkin er ekki flókin. Skotin skila mörkum. Skotið skilja mörkum. Gott skrín fyrir frá mark. Einu sem þarf. You miss 100% of the shots you don't take. Það er bara þannig. Já, þetta var gott skrín hérna sem að þeir skeigðu á alla. Var þetta ekki í annarkvort Viggo eða Vignir sem að náða, eða Falur segi, sem að náða að tippa honum inn? Nei, Falur neldi honum upp á Viktor. Já, það hefur verið Viggo frekar, held ég, eða Vignir. Fjölnir vinnur. En kannski endaði hann bara alla leið eftir Já. skotið. Herðu, Heiðar Robbi og sterkur. Axel nær á nápekkinum af Robba. Nei, Heiðar. Heiðar skítur, hættulegt skot. Já, Það var eitt. þetta er hættulegt svona, þú veist, when you least expect it, skilur við. Já. Veit ekki alveg hvað er í gangi núna. Nei, Andri vill taka uppkastið aftur. Var þetta bara slæmt uppkast eða? Já. Ég bara sá það ekki. Nei, það var engin viðvörun sko. Hættulegt. Níels með laumu sendingu. Axel. Rétt missir að bögnum hana. Þetta var stór hættulegt. Og þá koma Fjölnismenn á siglingu. Emil á hægri.
Hann snýr Bansa af sér. Snýr á alla af sér bara. Finnur Tómas. Tómas hendur hann niður. Hector með hann, Hector. Hector með. Það missaður út úr svæðinu. Já. Mikki á Tómas. Flott spil. Æsendingarnir taka skiptingu og Fjölnismenn hæja. Hleypa Róbert í skiptingu líka. Já. Fá heila nýja línu inn. Og Viktor á Jón Albert, hann keyrir bara af stað. Þarna, tekur tvo með sér. Sölvi kominn aftur eftir meiðsli, fekk heilarhristing. Já, það er gott bæði og gaman að sjá. Rosalega öflugur. Við erum einmitt saman í utanvegarhlaupahópi, ég og Sölvi. Já. Styrmir og Jón Albert sem berjast hana. Já. Það er búið. Og ennþá barátta í horninu hérna. Það æfa með hann. Falur og Ævar. Hættulegt en. Önnur laumur sending hérna bak mark. Það fara á markmanninn að flauta. Já. Já. Fer inn í krísuna, stranglega banna. Markmann á krísuna. Fer engi þar inn. Skuldlaust sko. Skuldlaust. Já, þetta er ekkert eins og kennitöluna enn að 2009 sko. Nei. Fjölnir er búinn að standa sig mjög vel í að vinna face-on núna. Já. Það hefur verið mikil veikleiki á Fjölnir bara. líka. Já. Viktor setur þetta niður. Vigni kemur á hraða. Já. Tekur hittinu bara. Og Viggo og Falur með snöggt skot. Lauma maður. Vel varið hjá honum. Vel lesið og alla. Já. Ekki vandamálið sko. Þversendingin hérna á Axel. Loka vel bláu línunni Fjölnir. Og Viktor með 2 sendingi í sér. Já, sterkur samt heldur honum. Nær honum yfir á Martin. Já, og hann spilar úr þessu inn á miðuna. Og Falur, það er 1 á móti einum. Skýtur bara laumur skot. Þetta var... Fjölnismenn halda þessu inni. Martin skýtur. Herðu. Það er... Vigni með frátt á marki sendur hann. En heyrðu, það var að, já. Allt í góðu, það er greinilegt að það er búið að vera stífar æfingar. Já, stífar skotæfingar, stór hættulegt skot hérna. Já, næstu var í hausinn á Árundum. Þetta var ekki einu sinni sko, það var eins og hann hefði verið að reyna að skjóta upp í stúku sko. Nei. Fast skot. Beint á 3. bekk upp í stúku. Oftast er þetta eitthvað svona deflect eða eitthvað vippur sem endaðir upp í stúku. Þetta var bara... Þetta var... Þannig viðvörun á Fjölni. Já. Fólk veit út af með 9-una segja þeirra í stúkunni. 9-an er ekki 9 inn á? Já, það er Robbi ekki. Robbi er inn í áni. Var ekki hann sem skauti í hennan bekkinn? Já. Herðu, Gulli kominn í break á vegi og hann skýtur og skorar jafnarleika. Já, þetta var eftir mistök á bláu línunni hjá Fjölni. Já, þetta var eitthvað skrítið. Þetta var... Pökkunum bara fjall fyrir honum. Já, vissi greinilega enginn bara hver átt að taka hann í Fjölni. Já, þetta voru klaufaleg mistökana á bláu línunni. Þannig eru mörk í skoru í hockey, það er bara mistök oftast. Það er eina leiðin til að skora mörk, það er mistök. Fekk bara pökkinn í flasið.
Æsing. Þetta æsing. Þá fáum við uppkastið í sóknarsvæði Æsendinga. Hættuleg skot maður. Já, bara hörku skot hana á bláu á Markusi. Kom aðeins mér hiti í leikinn núna. Já. Það gerist alltaf en að mörkin koma. Og Æsendingar. Þetta hefði getað endað illa reyndar, en það er bara eins og það er. Eitthvað finnst mér, Fjölnismenn hafa mist dampinn eftir þetta mark. Já. Það er svo rólegir eitthvað. Já, og hann aðeins að spila síðustu sókn bara eins og þeir varu að drepa powerplay. Jonathan tekur í rólega bara. Fá nýja leikmenn inn á og taka upp eitthvað set play. Gengur ekki alveg hjá þeim. Nei. Falur fer með hann inn. Falur á Viggo. Viggo aftur á Fall. Já, fallegt spil. Já. Og laumusending endar á Vigni. Jonathan búinn að missa. Heyrðu, hvað er í gangi hérna? Bökkur laus. Bökkur laus, Vigni er með hann fyrir aftan mark. Missir hann en Martin stoppar hann. Þetta er flott play hana, heyrðu. Þetta leit ekki vel út. Þetta flautar hann núna en hann ætlar líklegast ekki að dæma neitt á þetta. Mér sýnist hann að tala kannski við dómarana. Hvort þeir hafi séð þetta? Mér sýnist þeir ekki hafa séð þetta. Hvað? Nei, hann ætlar ekki að gera neitt í þessu veldi. Nei. Fjölnismenn ekki sáttu með þetta. Það er bara hannig. Nei, skiljanlega. Ég reynda að sá þetta ekki. Hvað gerðist? Það gerði svo fljótt sko. Jonathan náði bara Fall fyrir aftan markið. Já. Fjölnismenn vinna uppkastið Falur á Hector. Já. Emil á Tómas. Tómas nær honum inn. Finnst þar að fara sjálfur alla leið. Það er að halda honum, negla honum djúpt. Já. En þeir... En þá missaði hann að ákoma Æsendingar. Styrmir. Dömpar honum. Keyrir sjálfur. Og Fjölnismenn keyra á snöggt breakout hérna. Þetta heppnaðist nokkuð vel hana. Já, gerði það nú. Þetta er dómur á Fjölnismenn. Stórhættulega. Aðstæður hennar Stimmi. Óðvöld á markinu. Hann er kilvulaus. Fjölnismenn búinn að snerta pökkinn þrisvar og ekki búið að flauta ennþá. Það er ekki nógurlega í íslensku deildinni. Það er bara snertan held í 5 sinnum. Hector snertan alveg auðvitað hana. Þetta er bara búið að vera svona lengi núna. Já, Æsendingar fara þá á yfirtölunni. Ná, stilla upp bara betur og... Það er biðdómur fyrir það sem að mista af þessu. 6-5 og Birkir. Aftur snerting. Ætlar hann ekki að flauta í dag? Já, kannski þurfa bara að ná kontróli á pönnum. Núna fær Hilma, trippar Heiðar í horninu. Já, ég er ekki sammála þessu dómi. Já, það er bara þannig. Hann trippar hann alltaf en Heiðar bremsar fyrir, vill ekki vera að tjekka hann, þannig að það er... Æsendingar á yfirtölu í powerplay, 2 mínútur.
og uppkasti í þeirra sóknarsvæði sem að Fjölnismenn vinna. En ná ekki valda pekkinum samt eftir það. Þessi nær honum aftur. Jonathan niður. Alveg baráttu á hana. Já. Já, þeir ná að henda honum út. Já, Viggonar reynsa þetta út. Einhverjir taka skiptingar, aðrir ekki. Þá koma S-inningar. Sölvi droppar Jonathan. Hann droppar á Axel. Axel missir næstu í pökkinn, en setur hann niður núna. Martin nær hendunum út aftur. Já, hreinsar þetta. Hreinsa bara. Haugar kemst eiginlega bara alla leið inn. Og Axel uppi, skýtur fast skot. Hættulegt. Og pökkur lausur frá markið. Mikki hreinsar þetta. Stimmir rétt á að setja griparskan í þetta skot. Já. Kemur Birgir. Mansi, Birgir. Mansi, Birgir. Ævar. Reynsendingun á Níels. Heiða með hann. 15 sekúndur eftir af yfirtölunni. Og það virðist vera að renna út í sandinn. Bara vel varist píkið hérna. Þetta ekki búið enn, þrýr. Skotið bara að Axel. tala sko, þarna vantar að tala saman sko. Skotið Axel rétt yfir, þeir voru í draumastöðu, þrýr á engan. Langt skot hérna. Sölvi nær að henda honum út. Og Hilmar kominn núna. Hilmar skýtur á löngu færi. Tekur hittið. Á fall. Það að reyna að vippu hann yfir, þetta hefur verið mjög flott. Falur með hann. Falur reynir skotið hana. Gott hódræk. Vilt og neglar hann djúpt. Falur lesa þetta alveg og sendir hann ekki alveg á rétta stað. Nei. Vindsendingu upp. Martin á Jóa. Jói nær ekki að halda þess inni og Styrmir fær svolítið pláss á Ævar. Endaði þetta inni? Nei, hann var þetta. Þetta var bara óvart ítt á hnappinn. Villumelding í Þeir fögnuðu smá. ljósinu. Gott skot saman. Já. Góð varsla sömuleiðis. Já, góð varsla líka. Sex mínútur eftir af fyrsta leikluta, S-inningar vinna uppkasti. Er það Hector? Já, nær að verða fyrir skotinu hana og þeir eru tveir, hann og Hilmar. Þetta er nú, já, þetta er dómur. Já. Þetta vera, já. Hooking, dómur. Hann gæti gert neitt hann Hector hana. Og fá þá Fjölnismenn að spreyta sig í powerplay, fyrsta skipti í kvöld. Uppkast í sóknarsvæði Fjölnismanna. Þessi vinnur þetta. Já, S-inningar hreinsa þetta. Falur náði ekki sendingunni þarna. Hann bjargar þessu samt. Gott hitt þarna. Viktor setur hann djúpt. Viggo vildi nú bara fá hann í spaða. S-inningar hreinsa þetta. Smá rock í powerplay hana.
Því alveg að senda svolítið um allt. Já, maður sjá eina sendingu sem að rata bara á Beint á spaða. Gylfi. Byrja á því. Spaða. Emil á Robba, Robbi á Viktor. Droppa hann við. Viktor skilur hann eftir á Emil. Á Vigni Emil á Vigni, hann skýtur. Og Atli verið þetta. Atli með þetta, beint í alla. Þetta var fallegt spil. Já, það var fínt. S eina viðvörun. Það fyrir vinn og endur út. ...45 sekúndur eftir af powerplayinu. Þarna flæktust menn svolítið fyrir sig hérna. Samskiptaleysi hérna í uppspilinu hjá Fjölnismönnum. Þetta, já. Náðu ekki að komast inn í svæði. Þetta er alveg. Það gera sig, já. Þá reyna þær aftur. Og Martin. Sendur á Sölva. Sölvi á Vigni. Vigni á Tómas. Tómas kæst inn. Ramsækn af sér, sendur upp á Vigni. Aftur á Tómas. Erfið sending þarna. Já. Að spila SR full mannaðir. Já. Árangurslaust. Powerplay eins og hjá SR. Þetta eru allt of erfiða stöður núna sem eru að spila sinni. Já, menn þurfa aðeins að jarðtengja sig hana, sko. Já, að vera bara að henda böknum á fyrsta mann sem sjá. Þetta er svolítið mikið stress. Þetta hefði getað enda skemmtilega. Já. Jónar Bert á Viktor. Þarna. Já, Svona Viktor og gera Viggo. þetta draman í sig og senda svo. Hann skýtur. Hann var að leita Var að vonast rítar eftir hana. Já, speglurinni. Hansi með hann. Komur út, SR. 3 mínútur eftir. Falur á Viggo. Viggo á Viktor. Hann missar hann frá sér. Þarna stoppar dómarinn pökkinn. Menn ekki sátti með það, en Hey, come on! það gerist. Og sendingar. Wow. Dauðasending. Okay. Og biðdómur. Já, hann fór aðeins mikið löppinn á honum hana. Já. Það var ekki alveg, en svo var það líka bara beint í baki á honum, ég veit ekki, má það? Já, þetta var... Ég veit ekki hvað hann ætlaði að dæma á þetta, sko. Ég held að Nei, það sé þetta örugglega er tripping, annarkvort sko. checki frá behind eða... Þetta er tripping. Þetta er tripping. Sem er gott því að check to behind er einhverjar 10 mínútur eða ekki? Já. Löggrétt. Á tilraun 2 fyrir SR. Já. Náður að nýta þetta. Það er spurning. Þeir voru nú með aðeins betra powerplay en Fjölnir verði veikina. Ég sammála því. Og Fjölnismenn vinna þetta. Ná ekki að hreins honum út. SR heldur honum bara. Það var Martin sterkur bara. Heldur sinni stöðu, sko. Það er ekkert að láta gapa sig. Nei.
Bjarki captain. Viggo vinnur þetta. Hreinsa djúpt. Heiðar Ára Heiðar. droppar honum á Axel. Axel droppar honum á Bansa. Það talsvert meira sjálfstraust í uppspilinu hérna hjá SR-ingum sem eru komin í dauðafæri. Ó, ég held að það mark maður. Rétt lag fram í hana. Já, Heiðar í bakgarðinum. Náði ekki að klára þetta. Meir en nær hún ekki. Og Ævar. Heiðar skýtur. Hann lappar inn í miðjuna bara. Það má ekki alveg að gera sko. Lausskot. Þarna. Vel lesi á Róbert. Já. Fjölnismenn hreinsa þetta og þar með rennur powerplayið út í sandinn. 30 sekúndur eftir að leikluta. Fjölnismenn hreinsa þetta bara niður. Menn bara ánir óþrifullir á því að komast í smávarspásu. Hilmar keyrir bara. Já. Það var að gera eitthvað sem 10 sekúndum. Heyrðu. Ja. Eiktan að hreinsa þetta burt. Fínt. Flottur leikluti. Já. Rosa mikil kaflar í hún. Rosa kaflarskiptur. Já, mér fannst Fjölnir vera miklu betri fyrstu. Fyrstu 8 mínúturnar voru Fjölnir sterkari. Já, svo skorar SR þá bara... Já, gjörsamlega misti dampinn og misti allt sjálfstraust. Jafnaði smá hann í lokin, en annars var SR illa með seinni helmingin bara. Já. Ekki fara nákvæmlega neitt. Komum aftur eftir örskamma stund.
núna sést hérna uppi sko, það sem heyrist í mér. Halló. Já, hvernig er það? Já, ég sé það. Já, var eitthvað að segja að þessi mæk væri of hátt þynntur eða eitthvað. Já, góða kvöldi og velkomin í Heilsveitina. Heyrist ekkert hérna? Já, ég skilji. En ef þú sér hérna, er það nokkuð fór á hátt? Er þetta ekki alltaf miðbyggsból hérna? Já, ok. Einn, tveir. Svona góð. Ok, ég ætla að láta eins og ég sé hvað gerast í leiknum. Herru, það er alltaf há sending. Nei, býttu! Býttu nú þetta, það er 2 mínútur. Það er 2 mínútur, já. Ég er miðbygg, sko. Með mækinn hérna. Ég veit ekki, er þetta live núna í gangi, eða? Er þetta ekki fólk á YouTube að heyra mér bull eitthvað? Já, við erum á loftinu. Afsakið þetta allir sem voru að horfa á streymið. Það er bara mic test. Bara svo mic test. Það var að gera það líka. Það var nefnilega leikmannaskipti hérna upp í lýsendastúkunni. Það er Ingþór Odnarsson tekur við af Jón Hlífari. Hann fór og tók stöðu aðstoðarþjálfarans hjá Fjölni. Aðeins til þess að létta á álaginu á bekknum, enda með spilandi þjálfara. Já, og aðstoðarþjálfari ekstra annars staðar. En við erum mætt hérna í aðra lotu og 1-1. leikurinn nýjafnur, 1-1. Hæ? Nei, var þetta bara niður, sko. Núna er svellið og blautt og það er alltaf sama sagan, bíða eftir því. Ég ætla að frísa þér almennilega, svo pökkurinn sé ekki alltaf að stoppa. Fjölnir vinnur. Uppkast. Aftur sagði hvað gerir hann. Hann skilur hann eftir fyrir Viktor. Viktor missir hann annað klaufulega, nei. Hann nær að slæta og taka hann upp aftur. Upp á Vigni. Vigni þýtur inn, missir hann aðeins. Hörðu, smá árekstur. Skítur. Hörku skot. Já. Beint í Malakút. Þessi vinna þetta. Hörð pressa frá Hektor og Hilmari. Robin har ekki haldið hann minni. Robin sendir hann yfir á Tómas. Tómas upp á Emil, yfir á kantinn. Ágætið spil, mætti verða eitthvað aðeins meira úr því, en hann heldur þessu inni, flott. Við erum á yfir á Hektor sem að... Tikkum upp í horninu. Hæjar á spilinu bara.
Vel barist við Hilmar að vinna puckinn aftur en Essiðingar enda með hann. Bansi með hörkuskot. Hann fær hann aftur. Tómas stoppar hann. Emil tekur hann, fær smá pláss með puckinn. Hægir hans á þessu. Það er svo mikið stress hérna í strákunum. Nei, það fer Heyrðu, vel varið á Stimma. Hörkuskot en hörkuvarsla upp á móti. Arnar með Bjarnanes voru aðeins að missa sig þarna á blálunni að fara ekki örugleðina. Vaskota blá fyrir framhjá. Axel fær hann. En Essi pikka puckinn upp aftur. Missa hann. Nú er Kyle þarf að keyra hann núna upp. kappakturinn. Essin er hann. Það er rosalega bara ekki neitt í gangi núna. Það er bara allir að kasta bönni frá sér. Má bras. Aðeins sem menn hafi ryðga aðeins hérna í búningsklefanum milli leikluta. Fínt En sjá skot. hvort þið geti ekki hrist það af sér sem fyrst. Vignir dotsar þetta alveg. Puckinn eru horn og menn eru líkamlegir eins og alltaf. Falur enda með hann einhvern veginn. Nú er tíminn til að gera eitthvað. Þarna þarf að vanda sendingu. Og þarna þarf aftur að vanda sendingu. Axel stelur puckinn snirtilega, kemst inn á milli. Nú nýtir hann plássinn, en hann missir hann sjálfur. Nú kom Fjölnismenn. Fleyferð geta gert eitthvað úr þessu. Vignir fyrir niður í horn. Smá tími. Fín batasending upp á vörnina og fallegt. Og það var hrikalega flott redirect. Vigni Ara beint upp í horn. Mjög fallegt, mjög fallegt. Mjög snyrtilega gert. Redirect. Mjög erfitt fyrir markmennina að reyna að verjast þessu þegar puckurinn skiptir svona skyndilega stefnu. Þetta er bara þegar vanda sendingur upp á bláu og þeir ná að skjóta. Það er ekki mikið. Það þarf ekki mikið. Alltaf gott að hafa umfyrir frá markið. Hvort sem að þeir þá taka og nýta umfyririnn til að blokka markmanninn, blokka sjónans á puckinn eða nota killurinn til þess að breyta stefnu. Allt gerir vinnuna á markverðinum töluvert erfiðari. Þess er fljótur að snúa sér í sókn. Smá bröll niður í hornið. Dómarinn aðeins að koma með skauta niður puckinn. Nú er það bara að reyna að spila puckinum. Fjölnir vinnu þetta. Já. Puckurinn endar í Fjölnins höndum. Bara á markið. Og þeir henda honum á markið. Þessi er uppkastið. Birkir Árni ákveður að negla honum upp. Fjölnir hendur hann aftur niður. Viktor puckinn. Sendir yfir á Martin. Martin fyrir hættulega leið fyrir fram að sitt eigið mark og missir hann þarlegandi fyrir fram að það. Stór hættulegt. Kilfur eru farin að fljúa á hérna. Góð bekkjarsendingarna. Viggo keyrir upp. Viggo með góða tilraun en hann var sett Kilfur fyrir skotið þannig að puckurinn fór lengt upp í loft.
Tómas var hann upp á, sendir yfir fyrir fínt slappskot. Hendur fram hjá. Þarna. Róbert þarf að vinna pökkinn þarna. Sending hjá honum, Róbert. Klofið á Emil. Já, smá harka þarna. Róbert var bláu. Kemur hún niður. Gott skot á Hilmar Hilmari. með rosalegt slappskot fyrir hliðanettið. Þarna vantar mann fyrir fram markið. Og þá er það smá bumbupökkur. Núna sé markmaður allt og bara grípur þetta. SR vinnur pökkinn hérna og nú er komið í sókn. Styrmir ber hann inn. Hvað gera með hann? Það reynir að koma honum á Gunnlaug en enda hann í horni. SR vinnur pökkinn aftur í horninu. Skot framhjá. Það er rammarspil hjá þeim. Styrmir komið pökkinn aftur. Hann finnur hann í slottinu, stór hættulegt. Já, bara mjög gott spil hjá þeim. Mjög gott spil hjá SR-ingum, já. Fjölnir heppnir hana. Þá kom Fjölnismenn, varnarmennir fljótt tilbaka að vinna upp þetta. Engin hætta úr þessu. Gunnlaugur reynir skot. Hann í Fjölnir, mjög kærislaus að senda bak við markið. Ég held að varnarmenn eru heldur þreyttir það. Þarna var Ævar að skora fyrir SR. Glæsilegt, vel staðsettur vinnur pökkinn í slottinu eftir fínt skot sem var redirect af venturum framann. Mjög vel Ekki klárað. varnarmaður Fjölnis á sáslásvæðinu til þess að koma í veg fyrir að hann myndi Þeir voru að vera inn á held ég bara í góða mínútu pluss varnarmenn. Náðu ekki skiptingu. Já, varnarmenn Fjölnis svolítið þreyttir. Náðu ekki komast sér út á og þar alveg endaði það í marki. Staðan í jöfn, 13 mínútur eftir í öðrum leikluta og allt getur gerst. Bæði liðið búin að spila þó nokkuð vel. Já, þetta er bara flott. Búið að ganga upp í báðar áttir. Allt getur gerst í þessum leik. SR vinnur uppkastið. Bjarki bakka með hann, sendir hann yfir á Jonathan. Jonathan skautar, kemur hann inn í svæðið. Viktor ber pökkinn inn í svæðið SR-inga. Hvað gerir hann? Kemur hann yfir á Hilmar. Hektor. Upp á Hilmar heldur hann einhvern veginn, en þeir missa hann út. Martin tekur hann. Kemur hann á Viktor. Viktor aftur yfir. Það er rosalega hættuleg spil þarna. Þá svarar SR fyrir með stöngin inn skoti. Já, geggjað skot. Arnar Hjálmsson aðeins ákvæður. Missa einn mann í vörnina. Hann missir mann. Og SR fá gott skotfæri. Gott færi og bara klára það líka virkilega snyrtilega. Mjög gott skot hjá honum. Það hefði nokkið allir endilega skórað þessu færi en þeir... Hann var alveg bara, var hann ekki bara á toppnum á hringnum? Það var komin inn í... Jú, þetta var hann að hægri kantinum og hann... Já, langt frá sko. Það er Níels. Já, Níels. Afgreið þetta snyrtilega og jafn, nei, kom SR 3-2 yfir. Bara skotið beint í Sölva. Aftur skotið beint í Sölva. Sölvi hérna blokkar að fæ 2 bekk í sig. Og það eru 2 og 1. Þetta fyrir stöngina og út. Þetta var tæft.
Sölvi hendur honum niður á mark til þess að fara í skiptingu og línan í SR skiptir. Falcon með fleyferð, pökkurinn fer í kylfu og yfir rammann. SR vinnur uppkastið aftur. Ég myndi segja að Fjölnismenn þyrfti aðeins að rífa sig í gangi í uppkastunum. Þau geta verið mjög mikilvægir. Góðir í fyrsta hluta sko. Já. Og þeir hafa ekki oft unnið uppkast. Nei, það er nefnilega, það er mikilvægara heldur en maður heldur að vinna þessu uppkast. Eins og þið sjáið, þá er oft flautað í íshokkíleik og alltaf eftir flautir uppkast, þannig að þetta er alltaf bara ákvarða það hver fær að byrja með pökkinu raun og öðru að vinna uppkast og það þarf bara að vera ákveðin í því. Fórna kylfunni kannski. Kannski þetta er sendir að það fyrir að fá styrkur á liðunum fyrir kylfuköpum. Já, kannski þetta er spennandi þá. Meira spennandi. Kannski spennandi. Passa kylfunum sig ekki að brotna. Já. Þarna, Fjölnir tekur uppkastið. Sterkur á battanum. Og aftur út af. Ég hef aldrei séð svona marga pekk fyrir út af í leik. Nei, það er eitthvað... Þetta er fjórði pökkur. Létti pökkurinn í dag. Já. Aftur ef að Fjölnir vinnur þetta uppkast beint upp á blálínuna þá geta náð strax góðu skoti og hættulegu skoti á mark SR líka. Þannig að að gera að vinna þessu uppkast, en það gerist ekki fyrir Fjölnismenn núna. Það er bara að fara beint í pressu. Ekki hika neitt. Martin stoppar pökkinn snyrtilega, er að bærast fyrir honum. SR setur góða pressu á Fjölnismenn. Falur fellur við, það er verið að fara að dæma dóm á Axel. SR var á 2 mínútur. Niklasur í tripping. Og Fjölnir orða bara niður, fá ekstra leikmann inn á. Geta spila 6 á 5 þá í smá. Reynt að skora. Þá kom til SR-inga ná stjórnu á pekkinum þá flautað. En það er engi Fjölnismaður. Jú, Emil reddaði sér þessu snyrtilega. Það voru 3 refsingar komnir á hann og reyna að pressa og fá stjórnina. Menn verða að muna að þóttu séu í powerplay þá þarf ennþá að vinna fyrir pekkinum. Það má ekki bara fara að standa kjur. Var ég eitthvað minnskilað af hverju Heiðar leiðin út af? Er þetta í Axel sem að fölta hann? Þeir eru reynda mjög líkir á söllinu sko. Já. Ég tók ekki alveg eftir hvort þetta var. Nei. Með líkan stíl. Enda 2 uppaldnir SA-menn á svipuðum aldri þannig að... Ef ekki bara sama aldri. Vonandi spjöllu Fjölnismenn eitthvað powerplay í klefanum á hann. Já, á það gekk ekki alveg nóg vel upp hjá hann. Já, fínasta skot. Fín skot frá Martin. En Atli gerir snyrtilega og grípur þetta með bumbinu. Fjölnir missir pökkinn, vinnur uppkastið en missir pökkinn út fyrir svæðið. Droppsending sem rakst aðeins í skautan í honum, þannig að upp á Vigni. Þetta er opinn bara. Vigni keyrir inn, fer þvert yfir svæðið þeirra, reyna að koma á varnarmann. Þarna þurfti Fjölnir að manna einu fleiri og vera
sýnilegir í stuðning. Nú getur Birkir Árni og SR-ingarnir farið að reyna að tefja, reyna að eyða tímanum, eyða refsimínútunum, refsisekundunum kannski frekar. Fjölnir ætla að ná skiptingu núna, fá hitt powerplay inn á. Þeir hafa 45 sekundur cirka. Róbert keyrir inn, hann ber pökkinn bara alla leið. Það er bara að hægja á spilinu, Droppar hann Emil. koma sína stöður. Taka stjórn á þessu spili. Það gerir Róbert, hann tekur skotið. Atli með þetta. Atli sér pökkinn allan tímann koma. Og Fjölnir með fínt spil. Fallegt. Þeir eru að vinna pökkinn aftur til þess að gera eitthvað úr þessu. Þeir gera það. Róbert yfir á Emil. Emil yfir á Viggo. Viggo reynir þröngt skot. SR honum Viktor 5. fer og hjálpar SR-ingar enn að Þetta vinna. er icing. En SR voru komnir með sinn mann inn á. Þannig að þetta verður icing. Communication. Communication, það þurfti einhver að kalla hann þarna og láta hann vita ef það er orðnið 5 á ís. En vel varist hjá SR-ingum og ágætis powerplay hjá Fjölnismönnum líka. Já, mjög betra. Það var alveg hætta í þessu hjá þeim en þótt að pökkurinn endaði ekki inni. Refsingurinn ósnöggur á sér. Sindri dómar ekki sáttur með það. Það er ákveðnar reglur sem þarf að fylgja þegar þú ert í face-offi. SR-ingar í smá brasi, vinna ágætlega úr því. Bjarki kemur pekkinum upp. Fínt. Níelsen er að teipa pekkinum inn, engin icing. Axel og Heiðar hana, saman. Heiðar aftur á Axel. Frítt skot frá topnum. Það verður Ari á styrmi. Alveg Fjölnismenn. Hann var þreyttur, hann hendur hann bara inn fyrir skiptingu. Það er rétt, Sölvi vippar hann bara inn og fyrir skiptingu. Skemmtileg samloka hann á Sölva. Þetta er svo hættulegt. Þarna þurfa Fjölnismenn að snúa sér og finna menn, finna kylfur, lyfta þeim upp. Og mikið að hóra pökkinn alltaf, ekki pæli mönnum. Skot kom ekki upp á þurru. Ævar Martin í pressu. Veit ekki alveg hvað er í gangi núna. Það er búið að hægja á sig. Emil hægir á spilinu, já. Martin með speglsendingu. Þarna, Ágætt. í battan bara. Í sendingan Fjölnismaður var fyrstur inn. Hann var enga líkur á að þetta verði icing. Það er Tómas nær haldur hann minni. Þá þurfa þær að fara beint í pressu. Róbert sterkur á bláu og SR vippar hann út.
Geti Fjölnir tekið upp spil. Hann fristir hann bara. Falur ósáttur með eitthvað. Þessar að vinna þetta. Já. Birkir með skot sem speglast að skautunum hjá Martin og varða að hættilegu skoti. Balsi skýtur aftur. Viktorinn kemur upp á battan. Falur farið á flegiferð. Falur kemst framjá en Birkir nær aðeins að íti í hann og skorða hann á spórinu. þetta var skot. Það kemur lungskot frá Balsi Martin. tekur þetta held ég. Bjarki stoppar hann á blálínu fyrir SR. Kemur hörkuskot. Styrmir ver. Sjána þannig að Bjarka. Bjarki horfður upp á við. Emil nær honum. Nær einhvern veginn að halda pönnum ennþá. Emil kann þetta. Já. Ekki fyrsta skipti sem aðeins pressa hann niður í battana. Þarna held ég að Óli sé að bara núlla út dóma. Hann var búinn að vera að láta slæta. Mér fannst hann láta einn á SR slæta, þannig að hann lét trippingi á Viktori slæta líka. Já. Held að það er bara fínt að gera það dómar Já, það er fínt. Það er rétt aðeins stöðuna bara. Já. Það er menn að berjast ekkert að hóðinu og Það er Hilmar lætur að ræna af sér pekkinum upp í bláu. þetta er orðið Á rosalega. messingarinn. Fínt skot á blálínunni. Það var bara þannig ramman. Róbert kemur upp á Hilmar. Hann getur Hilmar lagt af stað. Hann ákveður að henda meina að fara í skiptingu. Enda fín taktík. Fjölnir er að stoppa þessa sókn. Anna eftir, mér finnst ég alltaf oftar að sjá hérna að Fjölnir sé að skilja einn mann eftir í vörninni. Þeir eru Anna Varnæmar þá er búinn að stíga upp og Minni nú að það verið fyrsta markið SR, það er mitt. já, Missaði bara einn markmann upp og þá bara SR einn á móti markmanni. mér fannst það líka verið í þriðja markinu að Já. hann var komin hérna niður og það voru komin tveir einhverjir niður á einn svona hálfpartinn út að einn Varnæmar Fjölnir var búinn að stíga ólangt upp og enginn fór niður til þess að bakka upp þá Það ákvörðun. kerfi sem er ekki alveg búið að æfa nóg sko. Já, Núna flautar Óli líklegast, núna fyrir spilið bara ekki að hreyfast. já. Og bara, já. En vegna þess að Fjölnismenn voru þeir sem voru að halda pekkinum þá fer þetta út fyrir svæðið. Alltaf maður er eitthvað nýtt. Alltaf maður eitthvað að læra nýtt.
Fjölnir uppkastið yfir á Viktor. Hann kemur hún í svæðið. Viggo upp á bláu og Martin. Martin með núlskot, Atli sér við því. Og þeir eru aftur mættir á batta. Það er núna að spila spökkurinn út. Þetta er svo hættulegt. Hættulega svo. Hann þarf að bruna tilbaka. 0,2-1. Hann er að klóra sig fram á þessu. Þannig að nú þarf Falur bara að keyra. Þá kemur Falur á fleyferð. Já, leit á því 2. Ágætis tilraun. Og hann kominn í þröngt færi. Já, það er Gabriel Camilo held ég þarna. Númer 2. Camilo, númer 2, já. Mættur aftur frá Danmörku. Kominn aftur sína heimaslóður, SR. Já, var hann í Danalandi? Held það, já. Minna það. Það er gott skot hjá Emil. Emil með, já, hörku skot. Þannig að notar hann skrín frá varnarmenn SR en Atli var með þetta. Róbert sterkur. Róbert er bara þenni með Ómar. Þá rennur líklegast þessi leikluti bara út. Róbert. Veit ekki að koma fast um það leikluta. Mér finnst bara að byrjunni verið rosa mikið bara sendingur út allt. Ekkert að killu. Já, þetta var, pökkurinn var mikið hoppandi og skoppandi til að byrja með og menn átti erfitt með að stjórna honum eitthvað. Í lokin var þetta aðeins að skána. Í lokin fórum við að sjá betri sendingar mann á milli og 3-2. Meira spil yfir höfuð, en já, S-eringar höfðu betri þessari lótu og þeir eru komin 3-2 yfir. Það verður aldrei að vita hvað gerist í þriðju lótu. Já, aldeilis sko. Spennandi. Spennandi lóta framöndan. Ekki láta þig vanta.
þriðji leikluta að fara að hefjast. Það er svo spennandi. Eru velkomin aftur á skjáin. Að skjánum. Að skjónum. Kvennulega Fjölnir sér að skemmt okkur með smá herran hindismjör hérna. Það er stytt okkur stundir á milli leikluta. SF vinnur fyrsta uppkast. Bjarki kemur pekkinum upp á ramman. Viktor stoppar af fyrir Fjölni. Svo Vigni, Vigni fær ágætis högg á sig þarna. Vigni kallar ekki alltaf ömmu sína. Hann lætur þetta ekki á sig fá. Og tæklar hann tilbaka. Já, hefna sér smá. Sjá þetta, skellur hann á bossan. Heiðar ber pekkinu upp. Finnur Axel sem nær ekki alveg. En Heiðar kemur það bara aftur. Þannig að stoppar Vignir Heiðar. Robin pekar pekkinu upp. Tími fyrir uppspil. Hvað gerir Tómas? Sendir létta sendingu á Hilmar sem að offside. Það verður að kalla rangstöðu. En núna verða það menn æstir sko. Já. Það má alls ekki gera þetta. En hafa séð einhverja klippur á YouTube og vita er að reiðast núna. Og það sé nú ekkert. Það gerist nú aldrei neitt í þessum reiðiskjöstum. Nei. Vindur svo sem ekkert upp á sig að vera að taka einhvers konar kast núna yfir einhverju smávæli eins og að skjóta hálfri sekundi eftir flaut. Nei. Vinnur uppkastið Tómas með alveg hættulega sendingu þarna þvert yfir bláu. Ef þessi engan á að stinga sér almennilega inn í þetta þá hefði bara verið breakaway. Einn ef ekki tveir sem hefur komist á markið. Hann ætla að chippa þessu inn í svæðið en chippa þessu bara í andlitið á okkur á bekknum. Þetta er 50 bökunin. Það er sem fínt að vera vakandi á bekknum. Maður hefur heyrt sögurnar af mönnum sem hafa fengið pökkinn í grillið þegar að sitja á bekknum. Jú. Kannst þú eitthvað við það, Kristján? Já, ég minni það. Minnir það? Minni það, ég hef misst framstælið við það. Þetta getur á ætliðu sport. Það getur komið að þér úr öllum áttum. Jú, Fjölnir vinnur þetta. Birkir nota líkamann en það ekki lítill strákur. Þannig að Birkir að fara. Það notar hann aftur, þetta er nokkuð þægilegt. Stór maður. Fyrir Sölva en hann samt hristir þetta frá sér. Nei. Fljótt skot. Lúmskot, já. Tími fyrir Ævar. Hann lætur. Jón Albert nær honum. Fer bara sjálfur. Hendur honum inn líklegast, nei, hann fer alla leið. En enginn með honum hana. Smá mislukkuð sending. Þá er tími fyrir Fjölnismenn til að gera eins konar uppspil. Og Martin á stað. Ævintýri. Martin með lúmskat chippu á fall. Og heldur hann inni. Góð pressa hjá Fjölni. Já, þokkalega góð pressa hjá Fjölni. En Atli bara fristir hann. Atli stoppar, hann setur stopp á þetta. Já, nennir sér lengur. Vill fá nýja menn inn á.
Emil Ég vinnur held að þetta. það séu fá uppkasti sem að Emil tapar. Já. Það er helviti reyndur í þessu. Já, þannig að missa pökkinn út fyrir en Róbert vinnur pökkinn með pressi frá Sölva, hendur hann upp á Emil. Emil lítur upp reynir að finna einhverja sendingu. Hann ákveður að taka bara sjálfur. Kemur hann yfir inn í slott. það hefði getað verið fallegt. Hilmar með Og næstu mikið í svona- one-timer. Já, næstu í one-timer. Sko. En Það var það hræðilegt. getur verið virkilega erfitt að hitta pökkinn á þessari ferð. Það er mjög góð tilraun. Þannig fær Ómar villumeldingu. Ég veit ekki alveg hvað hann gerði. Það er einhverja reglu við þetta uppkast sem að ég sem varnarmaður var nú aldrei að pæla neitt í. Já, ég sem vængur, sko, ég kom ekki náls. Nei, það er Alveg. annar aðilinn á að setja killuna sína niður fyrst. Þarna. Hörðu, hörku tækling bak við markið. Það kom næst meiri hiti í þetta núna. Þriðja og síðasta lota. Bæði liði ætla að vinna sér hann leik. En það er þá í höndum Fjölnis að byrja allan að jafna leikinn. Já. Viðar, kemur hann yfir. Löng, góð sending. Þetta er svo tæft. Martir reyna hendunum út, Benedikt nær að stoppa hann á bláu. Þá tekur Vignir hann. Hörðu, Þetta er alltaf bara slassing. Killu annars Man dæmir liggur náttúrulega á. slessu í tvennt. Já, Þetta ætti að hann vera skaut hann meiri ekki, dómur, sko. já, hann skaut hann ekki beinustu leið út af, svona eins og hann ætlaði ekki kannast við brotið en. Sko, slassing í Íslandi ætti að vera 10 mínútur, því að killur kosta allt of mikið, sko. Þess að brjóta þær einhverju leikjum. Já, það er þetta alveg rétt hjá þér. Getur þú dýrkeypt Já, að slasta killurnar í tvennt. já. Spila Fjölnir, manni fleiri. Emil vinnur uppkasti. Falur og Róbert. Róbert Vá. með lúmska sendingu yfir en erðu. Hún er sko... Pökkun endar ekki inni, það endar alltaf í einhverju steinpingu fyrir frá markið. Bansi ekki sáttur hana. Bans er alltaf grimmur fyrir markið, þetta er alltaf hræðslu taktík að einhverju stíi. Það er raun og veru bara að koma smá hræðslu í mann að vera fyrir frá markið með honum. Já, þetta er... En það er nú eiginlega Þetta er alltaf taktík. einhver svona, það fylgir hokkjunu, þess að steinpingar fyrir frá markið eins og markmaður sé búinn til úr gleri. En Það var alltaf ekki snert hann, sko. má alls ekki snertan og menn eru mjög mikla vörnir yfir sínum markmanni. Sem er kannski voru fínt, þeir eru ekki á hverju strá í markmanninu. Á. Falur með lúmskot, Bansi hefði nú getur kannski bara speglað þessu óvart inn. Fór í killunni á honum og breytti hans stefnu. Falur á kantinum. Góð sending yfir. Sending þvert yfir svæði. Þetta var eitthvað. Emil með skot í þverslóna, hörkuskot. Já. Ekki að skýta hann aftur eða er hann bara hættur núna? Það reynir annan skot og menn fara strax Núna, já, ég skil ekki alveg þetta, sko. Nei, Hann er ekki nálægt markmanninu. ég meina þetta er ekki, ef að pökkurinn hefði hrokkið út þá var þetta ekki varnarmennska sem var mátt. Nei, hann er ekki inn í krísunni, sko. Grípa utan Hann er langt fyrir með hausinu krísunni, og sóknarmanninum. Þetta er, já. En ég veit ekki hvað menn ætlaði að fara að byrja á einhverju judo-glímu hennar frá marki til þess að stöða sóknina. Það er allt lagt í þetta. Róbert á Fal. Fal með slafskot í hliðamarkið. En hann fær hann aftur. Þetta hefði nú bara... Reynir þröngskot. Fjölnir er að ná ágætis, bara þokkalega góðu spili hérna inn í varnarsvæði Esseringa.
ná að halda stjórn á pekkinu, ná að koma skotum á mark og vinna pökkinn síðan aftur. Senda mikið af lúmskum sendingum líka, sem að maður býst bara ekki við. Já, mikið af sendingum sem maður... Fín tilraun, já. Mikið barist. Fjölnismenn ná að halda þessu inn í svæði Esselingar. Nú hljóta Esselingar að vera þreyttir. En Fjölnismenn kannski sömu leið. Sama powerplay línan búin að vera allt tímann lúmskoður fall, enda næstuð inni. Þetta er búin að vera góður. Vísi fingri í þetta, hugsanlega. Róbert á bláu. Jóra Viggo sem tekur. Hættulegt slappskot út af akkurat þessu. Það getur farið í gleri og farið út, en kannski var tímabært fyrir Fjölnismenn að skipta út powerplay-línum hvort sem er. Þetta er nú helviti, já, flott. Vignir En núna er bara powerplay bara búið. 5 og 5. Martin, yfir og Hilmar fær hann. Númer 6. Smá framalega á kilvuna einhvern veginn og pökkunni skoppar yfir í 15. skiptið í leiknum. Spurning hvort þetta maður fara að hækka battana bara upp í venjulega hæð og hurð. Halda hann minni oftar. Skiptingarna væri bara menn að lappa inn út yfir og Nei, battarnir hérna eru ágætlega háir. Við höfum nú spilað... Hann lappar gegnum þetta allt bara. Fínsta vörn í Fjölni. Var alveg hægt að þessari sókn hjá SR. Tók bara þetta bak við mark. Skot. Við tökum bökkinn á battanum. Við falur. Engið þannig að taka í pökknum. Daniel fyrir SR, virkar hann upp. Allt opið. Búið að vera meira púður í Fjölnismönnum. Falur vinnur pökkinn í slottinu. Hvað gerir hann? Þetta fer rétt framhjá. Atli nær að klóra í pökkinn. Falur ekki sáttur með þetta. Framhjá. Ég held að vilja meina að það verið húking hana. Það er að gripið í hann bara með kilvunni. Já, hann vildi meina það. Já, mér fannst það lítið hann út sko. Hann var eitthvað smá, átti erfitt með hreyfingarna. Já. Það getur verið taktík þegar þú missir mann svona framfyrir þig að vera ekki alveg augljóslega að bróta á honum en samt sem áður nóg til þess að trufla hann í sókninni. Já. Róbert með hörkuskoti upp á bláði, reynt að spegla honum inn, enda framhjá. Nú eru 2-1. Wow. Og eiginlega gegn gangi leiksins voru SR-ingar að nýta sér hraða uppsókn. Þarna aftur, þetta er einn varnarmaður eftir á Fjölni. Já, þarna gerir Fjölnir aftur þeim mistök að það er bara einn varnarmaður sem verður eftir. Hinn varnarmaður er búinn að stíga upp í einhverja sókn eða svo og engi búinn að stíga niður í stað hans. Já. Og þarna endaði þetta í 3-1. Síðan hélt ég smá að þeir eru bara 2-1. Já. En þriðji mætti aftur inn í þetta og var í high slot. Já, þarna vantaði backchecker til að taka út high slot. Já. Og hann var aðilinn sem að koma honum inn. Já. Sá ekki alveg númer hvað það var. Þetta var Axel sem að skoraði. Ég hef ekki alltaf sagt að 2 marka fórustan sé hættlegasta fórustan. Ég hef heyrt það áður. Já, ég heyrti það alltaf oft fyrir mér. Oft er talað um þegar staðan er 3-1. Já. Það sé hættilega staðan. Já, þetta, já. Hvort þessi sama spekja á bak við 4-2
er ekki alveg viss. Nei. Góð pæling. Það getur það. Eins og við sáum hérna áðan, þá er hægt að skora 2 mörk í íshockeyleik mjög snöggt. Jep. Ég fann að halda að Fjölnir hafi æft face-off bara, núna í smá tíma. Já. Þarna lúmskot frá Martin í stöngina. Það er hann aftur. Þarna er blokka, Stimmi blokkar þetta. Barða bláu. Þetta er 1-1 núna. Stimmi tekur þetta. Gunnlaugi. Styrmi varðist vel. Viggo vinnur puckinn snirtilega þarna. Kemur hann Viktor fyrir skiptingu. Þarna ekki að gefa hann. Emil nær honum. Emil gerir þetta snirtilega. Oj. Góð sending yfir á Tómas. Hilmar sækir hann, sendir hann niður aftur á Emil. Ágætið spil á Fjölni, varð ekkert úr þessu sinni. Hanna vildi menn fá slassing. Löng sending sem að Ævar grípur á, næstu í. Þar á Viktor, skautur upp. Reynir að tróða hann inn, nærið ekki alveg. Flott. Sýringar hreinsa puckinn út. Alfred tekur hann. Kyle með hann. Frisbee sendingar niður. Hægt hjá æsseringum. Styrmi með flott sendingu yfir á þverstöngina. Axel á Bjarka. Bjarki sendur á mann sem fyrir skiptingu. Sendur á Viktor. Það keir nú bara gennum þetta Viktor. Það er ekki létt að eiga við Viktor. Nei. Nú pressar Heiðar á Viktor. Heiðar enda með puckinn. Þetta er erfitt. Tilraun. Markið hálfopið. Puckinn er búið framhjá. Ressel svo. Sem er fínt skot, en framhjá. Þetta þarna.
Hvort annan. Mikael Ævaribard og rammanum. Hilma með langa sendingu hérna upp á Sölva. Langa á fasta. Já, helviti föst hjá hann. Mikael upp á Tómas. Já, heyrðu. Tómas hérna leikur sig gennum þetta. Og sendir hann inn. Tómas inn í slottið. En Atli með það. Atli hoppar á bekkinn, fristir hann. Fjölnir heldur áfram að vinna uppkastinn. Gott skot til Tómas. Og öðru. Ekki nær rýbandi en Atli með það. Ná haldunum inni Fjölnir. Það ná ekki að gera mikið úr því. Þetta verður ekki æsing. Já, þarna sofna varnarmönnum Fjölnis aðeins, þannig að Heiðar er fyrstur í bekkinn, þannig að ekkert æsing. Hann heldur áfram með hörku skot þarna. Ári Emil. Og Viggo. Heiðri Viggo inn. Skjóta enn bara. Viggo er að markið, þessir nær að hreinsa. Viktor. Þetta er Axel Róar spilir niður, sendir hann á Birki. Birki sendir hann tilbaka á Axel. Já, reyndu löngu sendinguna en endaði æsing. Það var 5 mínútur eftir. Fjölnir þar í jafna. 2 mörk. Við erum 5 mínútur eftir á leiknum og Essir leiðir 2-4. Loftinu á Viktor upp á Emil. Lúmskot. Ég sá ekki hana. Nei, þetta var lúmskot. Atli Greifarsson. Atli sá þetta. SM er uppkastið. Beint í uppspil. Styrmi og Sölva. Sölvi missir hann áfram yfir á Gunnlaug. Gunnlaug með skot. Bjarki á blálínunni. Það er blokkað. Það er að Bjarka aftur. Styrmi komur vel út af markinu til þess að verja þetta skot. Þá þarf hann líka að fljóta tilbaka. Þetta er orðið svona tæft núna, en hann fer út pökkunum.
Það eru hann einhver misskilningur á varnarmönnunum, vörnum í Fjölnis. Hvoruð þeirra ákvað að fara á eftir bekkinum. Nei, langt skot frá Heiðari. Réttur neðan blálína endar í marki Fjölnis. Flott skot við hérna. Það var lúmst, þetta var réttri hæð. Já, ég heldur að stimmaði sig eitthvað hana. Ég veit ekki, þetta var, Held mér ekki. sýndist að lenda að fara rétt yfir púðan. Það var ekkert, þetta var ekkert fast skot. Bara réttum tíma og réttum stað. Núna er það helviti erfitt fyrir Fjölni. Nú er brekkan orðin helviti brött. Já. En Fyrir ekki allt marka hægt. munur með 3 mínútur eftir. S-setninga farin að taka til sín í uppkvæstunum. Heiðar aftur. Það getur hættileg sending en Vigni náði að vinna snirtilega þessu. Dodsaði Það þetta. reytti rannsataklinguna. Mikill kraftur í Fjölni núna. Er það nóg? Það er pressa á Martin bak við Marksi. Fjölnir vinnur hann. Dandri Ísing. Ævar ekki sáttur með dómaran. Vildi fá dæmt á sig hana. Hvað veldi að fá dæmt á? Ég bara er ekki alveg viss, húkking kannski. Ég sá þetta ekki alveg. Emil. Emil reynir eitthvað hana og Hann reynir eitthvað eitthvað trikk sem er ekki komið til Íslands ennþá held ég. Þetta er á leiðin ykkar. Það er eitthvað tækling að þá skilja þær Ævar eftir eina sem kvælt inn. Þetta leit ekki vel út en Hann er ekki að klára færið. ekki Róbert að kenna. Stimmi gerir vel. Róbert steig upp í tæklinguna en hinn varnarmaður hann er nýkominn inn á bekknum og ekki bara verið Hann beygir sig bara. komið svo langt. Hans Fjölnir missir bekkinn á blálínunni. stick safe. Örkaskott frá Gunnlaugi en Styrmir með betri vörslu. Róbert fyrir Birkir þarna. Hendur hann á pekkinu og pikkar hann upp. Svo bara Tómas. Sendur upp á Kæl. Inn í zón. Kæl fekk pökti í slottinu. Vigni stoppa pökinn hana. Snýr Bansa af sér. Já, Vigni gerir þetta snyrtilega. Snýr Birki af sér. Þarna er einhver að taka hann. Ja, Toss. gæti verið. Já. Nú er tíminn að renna í sandinn. Bara að berjast alveg Já, allan tíman. það má ekki hætta fyrir hann að leikurinn er flautaður af. Þau taka þetta bara með sér í næsta leik.
Þannig fór það. 5-2 fyrir SR gegn Fjölni. Við minnum aftur á tvíhöfðan helgina, föstudag og laugardag. Fjölnir tekur á móti Skautafélag Akureyrar. 5 hörkuspennandi leikjum. Já. Við segjum bara takk fyrir okkur í kvöld. Já, takk fyrir okkur. Heiður að fá lýsa leiknum fyrir ykkur. Sjáumst aftur.